Góðan dag, kæru vinir, verið hjartanlega velkomin til kirkjunnar í dag. Yndislegt að sjá ykkur á þessum nýársdegi í raun og við óska ykkur bara gleðilegs árs og þakka fyrir öll gömlu góðu árin. Yndislegt að sjá ykkur og verið velkomin. Ég ætla að bjóða hann Samuel sem ætlar að predika fyrir okkur að koma og hafa upphafsbæn. I'm asking you, Samuel, to come and open with a prayer. Opening prayer. I'm going to translate it for you. Let us pray. Skulum biðja. Almighty Father, Himneski Faðir, we give our hearts to you við this morning. gefum hjörtu okkar til þín í dag. We invite you to come and take control of everything. We are going to do it here. Drottinn, við biðjum þig að koma og stýra öllu sem hér fer fram í dag. Today is a Sabbath for a new year. Og það hvíladagur nýs árs hér í dag. Come and control our spirit in Jesus' name we pray. Drottinn, vilt þú koma og leiða okkur í anda þínum, við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Thank you. Það eru tilkynningar hér eins og við venjulega höfum. Við erum ekki að hafa hér okkar venjulegu athafnir eins og til dæmis súpustofu og bænastund fyrir en hérna aðeins seinna í mánuðinum, 12. janúar. En það yndislegt að fá að þjóna og taka þátt í því starfi sem hérna fer fram. En við ætlum að byrja á því að syngja og rísa á fætur og syngja okkar nýársálm. We are now going to sing an Icelandic hymn. I'm sorry I cannot find it, the music in the English hymnal, because this is a traditional hymn that we need to sing every new year. So that's why we sing this. Nú árið liðið í aldanna skaut. It says, now the year has passed into the ocean of the centuries, never ready to return. That's sort of the main idea of the text. Nú árið liðið í aldanna skaut. Við skulum syngja. Oh
Takk fyrir góðan söng og gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Við tökum upp gjafir eins og venjulega. Að þessu sinni renna gjafirnar til Hvíldardagsskóli Alexia. Svo það ekki safnaðar sjóður að þessu sinni, heldur styðjum við útgáfu Hvíldardagsskóla Alexiana. We are taking up offering today, as usual. At this time it goes to the Sabbath school lessons that we are supporting the issuing, printing, translation of the Sabbath school lessons. Við gefum gjafir hér þegar við göngum að útganginum eða leggjum inn á posa. We put it in a digital form or give our offerings in the foyer at the entrance door. Let's pray for the donation. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þær gjafir sem gefnir eru hér til góðs málefnis, til þess að styrkja það góða starf sem unnið er. Við lofum þér, Drottinn, fyrir þær gjafir, þann möguleika sem við höfum að leggja eitthvað til málanna, leggja eitthvað fram til þess sem unnið er. Og við lofum þig og þökkum fyrir þínar blessanir og þína auðlegð og við biðjum í Jesu nafni. Amen. Þá munum við lesa ritningavers sem Samuel, sem mun predika fyrir okkur í dag, hefur valið. Það tekið úr fyrri Samúelsbók, 17. kafla, vers 37 til vers 34 til 37. We are reading scripture reading from 1 Samuel 17, 34 to 37, and you see the reading on the screen here, and we all stand while we read. Davíð svaraði Sál: Þjónn þinn hefur verið fjármaður hjá föður sínum. Þegar ljón eða björn kom og tók lamb úr hjörðinni, elti hann og felldi og reif síðan lambið úr gini hans. En ef dýrið réðst á mig, greip ég í makkann á því og drap það. Þjónn þinn hefur bæði drepið ljón og birni og eins mun fara fyrir þessum óumskorna Filistea vegna þess að hann hefur hæðst að hersveitum hins lifandi Guðs. Og Davíð hélt áfram: Drottinn sem bjargaði mér úr klóm ljóna og bjarna, mun einnig bjarga mér frá Filisteanum. Þá svaraði Sál Davíð: Þú skalt fara, Drottinn veri með þér. Við skulum biðja. Himneski Faðir, og komið fram fyrir augli þitt ef við lesum þitt orð krafts og uppörfunar og huggunar. Drottinn, við lesum hér djörfung og hugrekki sem hefur haft áhrif á fólk í gegnum aldirnar, við styrkur og kraftur sem fylgir því orði. Og Drottinn, við bara lofum þig fyrir það að þú ert sá sem gengur með okkur og þú styrkir og þú gefur hugrekki og þú gefur djörfung. Drottinn, við leggjum í þína hönd alveg sérstaklega okkur sjálf hér á þessum degi, á þessum nýja degi
eða þessum degi, fyrsta hvíldardegi nýs árs. Ef við horfum fram á nýtt ár sem óskrifað blað sem við þekkjum ekki, en við biðjum þig að ganga með okkur og leiða okkur sérhvert skref á okkar vegferð á þessu nýja ári. Drottinn, við biðjum þig að leiða safnaðarstarfið, að það megi verða til blessunar mörgum og uppörfun. Viltu vera með okkur einu og sérhverju okkar, þú þekkir kringumstæður og aðstæður hvers manns hér í þessum söfnuði og þessu samfélagi og bara í þjóðin okkar. Við leggjum starfið og áframhald í þína hand. Við biðjum fyrir ríkisstjórn og alþingi, ráðamönnum þessara þjóðar, að svo mikilvægt að verða fyrir handleiðslu þeirra sem hafa skilning og þekkingu, að það ekkert án þess að þú, Drottinn, komir þar að fyrir áhrif þíns heilaga anda í hjörtum þeirra sem ríkja og ráða og stjórna. Við leggjum það fólk í þína hönd, alveg sérstaklega dómstóla landsins, forseta lýðveldisins. Drottinn, vert þú með þessu fólki öllu. Við biðjum líka, Drottinn, að þú hjálpir hverjum að einum sem þurfa á aðstoð þín að halda í sorg, í aðskilnaði, í erfiðleikum, í einhverju nýju, eitthvað sem að taka þátt eða að koma fram á nýjan hátt í lífi sérhvers manns. Komdu og vertu með okkur, Drottinn. Við lofum þig fyrir það að þú ert ávallt viljugur og tilbúin til þess að leiða og styrkja. Og við biðjum þig, Drottinn, að þú komir brátt til þessara jarðar að ný eins og við ávallt gerum. Komdu til þess að stofna þitt dýrðaríki, það sem friður ríkir og réttlæti. Við lofum þig og þakkum í Jesú nafni. Amen. Já, gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Við ætlum að syngja annan sálm sem númer 367. Heldur festi þín sálmurinn og á vel við textan sem var lesin hér áðan. Will your anchor hold is the next hymn that we are singing. Ég vona að við getum sungið með undirleiknum, að það gangi kannski betur heldur en áðan. Númer 367. Þetta var svolítið sérstakt, þetta var ekki meiningin, en tvisvar verið að spila þarna á sama tíma. We just have to sing it without accompaniment. Will your anchor hold in the storms of life? Okay, þetta tóninn. Will your anchor hold in the storms of life? Það kemur á íslensku. Heldur fasti þín þegar svellur sær,
Þegar sólin mín, þegar vöndin slæð, When the storms are raged and the cables stay, will your cold dreams often remain? We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll, fasting to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. If they safely moored to the storm we stand, for this way secure by the Savior's hand, and the cables pass from his heart to die, can't defy the blast through strength divine. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll, fasting to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. It will firmly hold in the strait of fear when the breakers tell that the reef is near. Though the tempest rave and the world winds blow, not an angry wave shall a beacon float. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll, fasting to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Nú ætlar hún Venice að syngja fyrir okkur. Er það ekki? Gjörðu svo vel. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one
beside you. Open up my eyes in wonder and show who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Takk, Venís, hjartans þakkir. Þá komið að því að hann Samuel ætlar að hafa fyrir okkur predikun. Please, Samuel, come. I should start. Yes, go ahead. Yeah. Well, we thank God for this morning, a So- new year, or the first Sabbath. Þakkum drottni fyrir þennan fyrsta hvíladag ársins sem við njótum. Yeah. Today, what we are going to talk about is importance of testimony. Og það sem við ætlum að tala í dag mikilvægi sýnikenslunar eða vitnisburðarins. We need to know importance of testimony because as we are in new year, Það mikilvægt með vitnisburði núna þegar við erum á þessu nýja ári. we need to also give a testimony to people to open doors. Við þurfum að koma með vitnisburði til þess að opna dyr fyrir fólki. Our lesson is taken from 1 Samuel 17, verse 34 to 37. Og leksjan sem við erum að fjalla hérna frá fyrri Samúelsbók 16. kapla, Yes, 17. kapla 34 áfram. it's about David and Goliath. Og þetta fjallar Davíð og Góliat. Now, we are not here to tell how David killed Goliath, but we are going to take how David was able to convince King Saul to fight with Við erum Goliath. hér til þess að reyna að sýna fram á hvernig Davíð hafði möguleika á að sannfæra Sál konung. I say, what was King Saul's reason for allowing David to fight Goliath? Hver var ástæðan fyrir því að Sál leyfði Davíð að berjast við Góliat? When we look at the Israelites, the soldiers, Jesse, which is the father of David, his elder three brothers are part of the soldiers. Og hér hermennirnir, hér herinn, Ísraels herinn, Jesse sem var faðir Davíðs, hafði 3 syni aðra sem voru líka í hernum. David was the younger one, Davíð var yngstur and he was where he take care of his father's flocks. og hann hafði séð féð hjá föður sínum. And one day her father sent David to give food to her elder brothers and part of the soldiers. Og svo það einn dag að pabbi Davíð sendir hann með mat, nesti fyrir herinn. And David went to the battlefield and he saw Goliath was there insulting God and God's people. Og hér kemur Davíð svo og upplifir bara það sem herinn og heyrir Góliat smána drottin Ísraels. And this thing had happened for 40 days. Þetta hafði gerst í 40 daga. And no one was able to go forward and fight with Og það var Goliath. enginn sem treysti sér til að berjast við þennan Góliat. And the funny thing was,
King Saul was a giant among the Israelite soldiers. Og hér einkennilega að Sál konungur hér ekki skárri heldur en restin af Ísraelsmönnum. And Goliath said, take one of your soldiers to fight with me. Og Goliat hrópar og segir, sendið einhvern einn mann til þess að berjast við mig. And if the person kills me, take all over the Palestinians. Og, If he kills Goliath, he should take over all the Palestinian soldiers. Já, svo hann tekur að sér baráttuna fyrir þá alla. And if I call that person out, we're also going to take over the Israel soldiers. Og ef að mér tekst að sigra þennan eina, þá tek ég yfir allan herinn, Ísraelska herinn. And David was there, he's not part of the soldiers. Og Davíð kemur þarna að, hann ekkert með í hernum. A small boy without any military training. Og hann var bara ungur maður og ekkert með í hernum og ekki tekið þátt í þjálfuninni. And now David said, I can fight with this man. Og Davíð kemur svo að Sál og segir, ég skal bara berjast við þennan mann. Now the question here is, Spurningin how do you allow David without any military training to go and fight this man? Svo að hér spurningin, hvernig það að Davíð leyft að berjast við þennan mann án þess að hafa nokkra herþjálfun yfir höfuð? And David says something that convinced King Saul. Og hér það að Davíð segir eitthvað við Sál sem sannfærir Sál konung. That is the power of testimony here. Og það þessi máttur vitnisburðarins hér. Sannfæringamáttur. Now sometimes if we give testimony to people, it encourages them. Stundum ef þú kemur með einhvern sterkan vitnisburð til einhvers, þá uppörvar það fólk. And David told King Saul, I can fight with this man because when I was out taking care of my father's flocks, Davíð segir við Sál, ég skal takast á við þennan mann hérna, að því að þegar ég fór út að sjá fé föður míns, lion attacked some of these sheep. Og þá það að ljón ræðst á eitthvað af fénu. I just kill him with my bare hands. Og ég gat drepið ljóni bara með berum höndum. And sometimes a bear also attacked my flocks. Og svo það björn ræðst á, ég réðist kannski á féð. I attack them and take my sheep from them. Og ég ræðst að byrninum og tek lambið úr gini bjarnarins. This was a testimony David gave to King Saul, and he allowed him to fight Og Goliath. þetta vitnisburður sem Davíð kemur fyrir Sál, sem gerir það verkum að hann leyfir honum að fara og berjast við Goliath. Now, the demonstration of faith is here. Og hér sýnikensla trúar. David record of his experience with the lions and the bear serve as a power of expression of his faith. Og frásögn Davíðs af reynslu sinni af ljónum og björnum öflug staðfesting trúar hans á Guði. He emphasized that his past victory were due to the Lord's protection and divine, and highlight his belief that God would empower him to face Goliath. Og hann leggur áherslu á að fyrri sigrar hans væru vegna verndar og frelsunar drottins sem undirstrikar trú hans á Guði. We got to know that establishing of credibility here by articulating his past experience as shepherd, David established his credibility and capability as a warrior. Og það staðfesting hér á trúverðuleika með því að lýsa fyrri reynslu sinni sem fjárhirði staðfestir Davíð trúverðuleika sinn.
This gave King Saul confidence in David's ability to confront Goliath. Og þetta gefur Sál og svo öllum öðrum áhörfundum hans traust á hæfni Davíðs til þess að takast á við Goliat. As he already proved himself as a dangerous situation, Hann hafði þegar sýnt hæfni sína í hættulegum kringumstæðum. one thing I want to say here is, when fear comes into life, if you don't take it, the fear will reduce you. Now let's look at the King Saul, the height King Saul have and the power King Saul have. But now because of fear, David as a small boy is going to take control of his problem. Hérna, We need to encouragement of ourselves. við getum litið á kringumstæður okkar sjálfra. David's confidence and faith serve as an encouragement to Israel's army. Og hér uppörfun og kraftur sem umlykur hérna her Ísraels, Who were paralyzed by the fear of Goliath. sem voru algjörlega í miklum ótta við þennan mikla stríðsmann Goliat. His testimony reacted to the idea of waiting God help. Og hér kemur þetta fram eins og uppörfun til þess að gefa hernum von. The impossibility can also be overcome, inspire others to step forward in faith. Og það er þessi uppörfun sem kemur hér að það ómögulega hægt að sigrast á með því að hafa nægilega trú. The contrast to the Saul state, at the time, Saul was fearful and honest. He have lost confidence in his own ability to face Goliath. Og hér þessar andstæður sem við erum að tala hér, að hér Sál svo óttaslegin að hann hefur engan möguleika á því að honum finnst að takast á við Goliat. David's boldness contrasts sharply with Saul's fear. Og hugrekki Davíðs stangast skarpt á við ótta Sáls. Demonstrate the true strength comes from faith and rather that physical and power or wealthy status. Og hér að sýnir það vendur að sannur styrkur sprettur af trú frekan af líkanlegum krafti eða verandlegri stöðu. Recognition of God's power. Og það viðurkenning á mætti Guðs, krafti Guðs. David's testimony redirect the focus from the threat posed by Goliath to the power of God. Svo að vitnisburður Davíðs, hann beinir athyglinni frá ógninu sem stafar af Goliat að mætti Guðs. By attributing his victory to God intervention. Og með því að eigna sigra sína íhlutun Guðs. David is not only glorifying God. Svo Davíð ekki aðeins að vegsama Guð, heldur einnig skilgreining hans á baráttunni að það barátta Guðs. But also framing the battle as one that he fundamentally spiritually related rather than merely physical. Svo að hér við að tala að baráttan meira andlegs sinnis, andlegs eðlis, frekar en bara líkamleg barátta. As we are beginning a new year today, sem við nú hefjum nýtt ár saman, we need to give testimony to people. Þá þurfum við að gefa vitnisburð fólki. And we think our testimony can open doors for people. Og við erum sannfærð að vitnisburður okkar, persónlegu vitnisburður, getur opnað dyr fyrir fólki. Amen. Amen. Thank you.
Takk fyrir góð orð, Samuel. Og þá ætlum við að syngja sálm aftur. Ég þori ekki að fara út í að með undirleikinn hérna sem við fór svona svolítið illa síðast. Svo við erum að hugsa að we are going to sing this just a cappella. Við ætlum að syngja þetta bara hérna sálminn númer 362, dýrmæta vissa sem við þekkjum öll, 362, svona án undirleiks. Við þurfum bara að fá tónin. We are singing Blessed Assurance, and you have the words here on the wall in English and in Icelandic, and we are trying to sing this without accompaniment. I hope you will stand up and all sing mightily without accompaniment. Blessed assurance, Jesus is mine. Okay, let's start now. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, the best on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Takk fyrir, við skulum standa áfram. Vil bara þakka ykkur öllum fyrir komuna. Thank you for coming to church today. Það yndislegt að vera með ykkur og Drottinn blessi ykkur ávallt. Það bjóða ykkur að koma hérna inn í safnarheimilið á eftir á það sem við viljum njóta samveru og borða saman. We will invite you all to come to the side hall after the service where we can join together and speak together and eat a little meal together. Og meðtækið blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur.
Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Thank you.